Húsasmiðjan fyrir þig. Já, komið sæl. Það mjög svo áhugavert veðri hjá okkur þessa dagana. Til að mynda í dag þá fengum við mjög litla en mjög svo snarpa lagð hér upp að suðvesturhorninu. Olli nú töluverðum vandræðum en þau vandræði voru nú, ég getur sagt að það hafi verið mjög svo tímabundin. Þetta varði nú bara í nokkra klukkustundir og jafnvel þannig að við sjáum ekki eins og þessa lagð í þessu korti þar sem að uppljósnin í þessu korti nú til þess að gera lág. En hann nú svona að fara að halla sér í norðanátt hjá okkur og gera það náttúrulega fyrst landið norðanvert en við sjáum að þessi norðanátt gengur síðan niður til morguns. En næsta lagð, hún hins vegar verður mjög svo varhugaverð fyrir okkur, bæði mjög svo djúp og kröpp og viðbúið að það geri storm, rók eða jafnvel ofsaveður víða land þegar þetta fer yfir og það gerir það nú svona mestuleyti aðra nótt og mánudagsmorgun. En svona byrjum aðeins að kíkja þá á hitasviðið og þá sjáum við að við liggjum hér í köldu lofti og svo sem ekki mikið sem breytist til morguns hvað það varar en við sjáum þó að það sem að fóðra þessa djúpu lægð þegar þessi átök á milli hlýrrar tungu og svo sem að keyra sér inn í mun kaldari loftmassa. En hallar sér í norðanátt og það nú reyndar viðvaranir í gildi fyrir Vestfirði, Strandur Norðurland vestra og Norðurland eystra. Hvað varðar kvöldið? Þetta nú svona hríðaveður sem við sjáum nú nokkuð oft yfir veturinn en þessi norðanstrengur og hann tegir nú smá saman úr sér austur yfir landið og svona þegar líður á nóttina og fyrir að halla undir morgun og þá fyrir bæði að draga úr vindi og einnig svona mestu úrkomu ákveðinni og hér þá komin fram yfir hádegi á morgun og þá séu að þetta nú svona til þess að gera rólegt veður. Eitthvað getur nú snjóa lítillega og köflum áfram á norður og jafnvel austurlandi en sunnan og vestanlands verður bjart veður og þannig spilast nú svona megnið af morgundeginum en hins vegar þegar annað kvöld að þá nálgast þessi lægð úr suðvestri og viðvaranir svona fara dett í gildi hver á fætur annarri þá aðra nótt og við komum hér við sögu þá klukkan 6 á mánudagsmorgun. Þá veðrið svona það bil í hámarki hér á suðvestanverðu landinu. Sjáum að það eru appelsínugular viðvaranir, hríðar vegna hríðaveðurs. Loftmassin það kaldur að viðbúið að það geri stór hríð á köflum í þessu og náttúrulega sérstaklega þegar ofar dregur þá í landinu getur þó komið tímabundið blot í þetta þó hérna allra síðst þegar svona skilnir eru komið lengra inn á land. En þessi skil þá fara síðan norðaustur yfir landið og það sem ekki eru viðvaranir þegar hér komið við sögu þær birta seinna meira og verða af sama lit. Þannig að þetta mjög svo varhugavert veður og margt sem að hér undir, það má búast við fóktjóni og náttúrulega aksturskilyrði geta orðið mjög svo erfið og ekki síst þetta allt yfir gengi þar sem snjóa mun mikið. Þannig að það að gera að fylgjast betur með spám og viðvörum á morgun og svona þegar fram líður á mánudaginn. En hádegi þá á mánudaginn þá nú svona mestu ofsannir þetta úr þessu. Það viðvaranir þessum eftir eru, það fara nú að tína tölum hver á fætur annarri þegar hér komið við sögu. Seinni partinn á mánudaginn þá þetta orðið suðlægur vindur svona allhvass eða hvass hér suðvestan til. Él þá komin inn sunnan og vestanlands en orðið bjart veður mestu leyti þá norður og austurlandi og þriðjudagurinn verður nú svona nokkuð svipaður eins og við sjáum hér svona lægðadragi yfir norðvesturhorninu og þar getur nú snjóað samfelldara heldur en annars staðar þar sem þetta verður él eða jafnvel bara bjart veður eins og hér austanlands og á síðan miðvikudaginn þá hallar sér aftur tímabundið í norðanátt sem að gengur síðan smám saman niður. Þannig að það nú svona að ýmsu að huga og eins og áður sagði það viðvaranir í gangi fyrir all landið á mánudag og það appelsínugular að lit og við verum að sjá hverju framvindu með það og að gera að fylgjast vel með spám og viðvaranir á morgun. Setja gott á veðri.